Þórhildur Þorleifsdóttir, ekki svo vel. Já, ágætu félagar. Ég ætla ekki að fjölura mikið um þessa grein, ég bara lýsi stuðningi við hana og vona að það verði gengið eins langt eins og hægt og þurfa þykir í stjórnarskránni. Ég held að allir hafi þá einhver mörk þar sem þeir finna að nú verður ekki lengra haldið í þessa átt í bili. Þar muni almenn málkennd setja skorður. En ég ætla bara að nota þetta tækifæri. Fyrst við erum að tala hér um þetta karllæga tungumál sem við viljum gjarna reyna að takast eitthvað á við og breyta, að þá erum við að vandræðast með orð sem að eru ganga ljósum logum í gegnum meirihluta stjórnarskrárinnar, og það eru orðin forseti og ráðherra sem eru til stórfelldra vandræða, einfaldlega vegna þess að fólk veit heldur ekki hvernig það á að fara með þessi orð. Það ég verð nú að taka undir með fyrirverandi félaga mínu Sverri Hermannsinni sem að gerði það að gamni sínu, eða ekki að gamni sínu, það var hans bjargfasta skoðun að það væri ekki hægt að segja frú forseti, og ég er bara alveg sammála því, þess ég er bara ekki hægt að segja frú forseti. Þá gekk hann alla leið og sagði fyrst að kona getur borið forsetanafn, þá kalla ég hana herra forseta. Ég gat ekki tekið undir þann skilning, en okkur hefur gengið afskaplega illa, það hefur verið auglýst eftir einhverjum tillögum, okkur hefur gengið mjög illa að finna ykkur önnur orð, og ég held að það sé vegna sem við erum öll bundin á einhvern klafa valdsins. Við erum alltaf að leita heldur einhverjum orðum sem að lýsi nógu vel valdi, en við erum nú að tala hér oft um að valdið komi frá þjóðinni. Ómar er alltaf að ítrekka að embætti þýði ambátt og þingmenn okkar, ráðherrar og forseti eiga að þjóna okkur en ekki við þeim, en ég held að við séum mjög bundin í að orðin séu valdhlaðin og leitum þess vegna við náum ekki að brjóta af okkur rammana í leitinni. Ég held að það vanti kannski bara svona eitt gott hugaflugspartí, því að það sem allir þora að láta vitleysurnar vaða, vegna þess að það verður ekkert, það er mjög ofta bestu hugmyndin að spretta upp úr vitleysunni. Þegar að hugurinn er frjáls og fólk hlær og skemmtir sér og þorir að segja það sem fyrst kemur í hug án þess að eiga vonað að vera slegið niður með sleggju fyrir bjánagang. Þannig að ég skora nú bara á okkur að nota til dæmis þessar löngu helgi til þess að reyna bara annarkort sitja úr hverju lagi eða með fjölskyldum okkar vinum eða ef einhverju hittast að reyna að skemmta sér dálítið við það að finna ný orð og losna úr þessum viðjum sem við erum bundin í, vegna sem ég held að við séum flest sammálum að þetta séu orð sem hálfgert vandræðamál að burðast með. Takk.